Páll Viðar Gíslason, þjálfari Þórs. Palli, fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara sáttu við að skora þetta mörkum og fá sér 3 stig sem að náttúrulega snýst allt um. Það er búið að vera smá brasákurinn undanverið, þannig að kærkomið að fá svona leikidaga sem að við erum aggressífir og erum ekki að færa mikið af sénsum okkur. Þetta er náttúrulega kannski, má segja að það hafi verið að svara svolítið því sem að gerist í síðasta leik, að vera teknir í bólinu, 3-0, bara án að menn vissu af, en sýndu samt sterkan karakter og komið tilbaka á jöfnu, þannig að þetta er kannski bara í beinu framhaldi á seinni hálfleik í síðasta leik. Já, vonandi, og það var auðvitað stefnan. Við getum ekki tekið mikið annað út úr sem síðasta leik heldur en auðvitað fá þetta stig og ná þá allavega að þrífa upp eftir okkur. En maður er nú að berjast í því og við allir að reyna að hafa þetta svolítið stabílt og meira stöðuleika í, svo það sé ekki bara hapa glapp einhverju hálfleikar hjá okkur og alltaf svo að redda okkur í einhverjum öðrum leikjum. Það gengur ekki til lengdar, en vissulega var þetta ánægjuleg frammistaða hjá Þórsliðinu í dag, það er ekki spurning. Kannski algjör óþarfi að fá þetta eina mark sem við fengum á okkur. Það er svolítið klöfugangur í því marki. Já, en góðu kross og góðu skalli, þetta kemur svona fyrir, en ég er eiginlega fyrirgefið þeim þetta meira að fá á sig svona mörk heldur en að vera kannski að færa þeim þetta og silfurfatið að við erum að spila boltanum með völlin, þannig að þetta mark truflar mig ekki mikið lengur allavega. En var þetta uppleggið í dag, þið byrjið leikið með miklu látum, það er ekki komið mínúta þegar fyrsta marki komið, var það sem var lagt upp með, að taka þá strax? Já, raunverulega sama upplöf bara og við fórum út í seinni hálfleik með hálftapaðan leik svona, allavega með frammistöðuna í síðasta leik og ef menn þurfa þetta sparki rassinn til þess að afsaka orðbragðin hlaup eins og titlingar, það bara þarf í þessari deild og þarf á móti sem það er öll einn góð leiknislið, hörku gott og velspilandi lið, aggressífur, og kannski voruð var í kæru og held að við kemum rólegir inn í þetta, það getur vel verið, en þetta er það sem maður og leikmenn vilja líka, en auðvitað kemur ekki alltaf fram, en við viljum hafa tempó í leikjunum okkar og komum kannski eitthvað óvart, ég veit það ekki, en við komum, eins og þú sagðir, rosalega sterkir inn og aggressífur. Stutt pása núna, Grindavík og Útiviti í næsta leik, hvernig leggst það ykkur? Bara fínt, ég meina, auðvitað er gaman að spila þétt og það eru margir spekingarnir sem að hrósa þessu fyrirkomulagi að æfa minna og spila meira, en auðvitað reynir á þá leikmenn sem kannski eru taldi leikmenn í liðunum og 90 mínútur laugardegi, 90 mínútur miðvikudag, 90 mínútur laugardegi aftur. Gaman, en það er ekki sjálfgefið að flesti geti ekki þátt í þessu og verið þá standuðu kröfum þjálfarana og allra að eiga alltaf blúsandi leik, en við erum með ágætis hóp og höfum verið að rótera eitthvað og það voru kannski mikilvæga mínútur sem að ákveðni líkjum við fengu í dag að hvíla, þannig að þetta er bara skák. Þetta er skrýtnar aðstæður sem við stöndum í núna og þú hefur væntanlega aldrei spilað eða stýrt liðið fyrirfram og svona að fá áhorfendur Þórshöllu eins og núna? Nei, auðvitað er þetta alltaf leiðilegt, ekki bara fyrir þjálfara, heldur bara fyrir sérstaklega leikmenn og áhorfendur og geti ekki komið og horft á fótboltaleik, en það skilja allir aðstöðuna og það er náttúrulega bara forréttindi að fá þá að minnsta kosti að spila fótbolta og fylgja bara öllu reglum sem settar eru og reyna bara að halda í vona að þetta taki enda sem fyrst. Ekki að vera nokkur sköpum hluti varðandi þessar reglur? Nei, ég held að það sé algjör óþarfi og sé engum til framdráttar, held ég. Gangi ykkur. Já, takk.